Jæja, krakkar. Nú erum allt búið að fjölyrða þessar viðræður sem að jámenn Íslands vilja hefja við Evrópusambandið. Og menn deilum það hvort þetta séu aðildarviðræður og framhald á þeim eða aðlögunarviðræður. Og ég hef sagt það og byggt þá skoðun á og afstöðu á því sem að Davíð Oddsson hefur skrifað. Og reyndar ekki bara því sem hann skrifaði, heldur líka því sem hann útskýrði fyrir mér í samtölum okkar, menn að hann gerði það oftar en einu sinni. Og hans lýsing var svo að aðildar viðræður Íslands á árunum 2010 til 13 hefðu á endanum snúist upp í það að verða að lögunar viðræður, þar sem að sendinefndir Íslands komu til Brussel og gáfu skýrslu það hvernig gengi að aðlaga íslenska rétt að rétti ESB. En nú hafa jámennirnir okkar, þeir hafa í einhvers konar nauðvörn hrokkið í þann gír að fara að segja við okkur að þetta hafi alls ekki verið svona og að þetta hafi allt saman verið með alls konar fyrirvörum og engu hafi verið breytt í íslensku rétti og þetta er hluti þá hugsanlega af þessari, já, hvað er orðið hérna, misinformation herferð, þessari upplýsinga óreiðu sem að þeir verið að standa fyrir þegar þeir halda á lofti misvísandi upplýsingum mjólkurverð, misvísandi upplýsingum það að vextir muni breytast og misvísandi upplýsingum alls konar undanþágur sem að einhverju kollegar þessar fólks í útlöndum, ráðherran okkar í útlöndum hafi sem sagt gefið eða ekki gefið. Þannig að fyrir hinn venjulega kjósanda er þetta orðið mjög ruglingslegt og ég segi eins og þetta horfið við mér, þá sýnist mér að þeir sem að vilja verja fullveldi og sjálfstæði Íslands hafi 100 rök til að tefla fram en jámennirnir hafi þá lítið fram að tefla annað en misvísandi upplýsingar mjólkuverð og raunhæf loforðum lækkaða vexti. Vegna þess að í rauninni forsenda þess að við náum tökum á vöxtum á Íslandi hlýtur að vera svo að við náum tökum á ríkisútgjöldum og náum tökum á þessari stjórnlausu eyðslu ráðamanna hérlendis á peningum sem er ekki til. Þannig að þetta heitir að fara í geitahús að leita ullar ef við ætlum að fara að leita að lýðræði og lægri vöxtum í Evrópu í stað þess að fara að takast á við þessi viðfangsefni hér og bæta okkar eigin lýðræði með aukinni þáttöku og kannski með því að láta meira til okkar taka meiri ábyrgð á okkur sjálfum, á líkamlegri heilsu okkar og nærumhverfi okkar og byrja þar en ekki að horfa langt út í heim og bíða eftir því að björgunin komi það. Þannig að þetta hirðuleysi og þetta kæruleysi margra Íslendinga sjálfan sig, það er ekki til neinna fyrirmyndar. Það sem mér langar til að segja hér í þessari upptöku sem er nú bara svona djók upptaka er það að ég fór að gamni mínu inn á vef Morgunblaðsins til þess að þá að rifja upp hvað Davíð vinur minn hafði skrifað. Og ég var að halda frammi fyrir öllum þessari upplýsinga óreiðu að ég hefði mögulega væri með einhverja falska minningar úr okkar samtölum. En ég valdi nokkra greinar, 10 greinar hérna, 11 af vef Morgunblaðsins, svona nokkurn veginn á handahófi, ég get svo sem sagt það. Og ég langar að fara í gegnum þær svona bara í tímaröð vegna þess að greinarnar fjalla í rauninu þessar viðræður Íslands við Evrópusambandið á þeim tíma sem þær áttu sér stað og varpa ljósi á þá stöðu sem að við erum í og yrðum í ef að umræðuna færi að stað aftur og viðræðuna fara aftur á stað. Þannig að mér langar að lesa fyrir ykkur
og vitna hér í leiðara Davíðs Oddssonar frá 15. apríl 2011 og leiðarinn ber yfirskriftina Dýrkeypt þrjóska og hann er stuttur en er nokkurn veginn svo hljóðandi. Allir sem fylgjast með þjóðmálum hér á landi eru búin að átta sig á að aðlögunar viðræðurnar við Evrópusambandið eru tímasóun. Evrópusambandið sjálft er í þessu efni ekki undanskilið þó að fulltrúar þess kunni að vísu ekki enn við að segja þetta berum orðum sjálfur. Í innanhússkýrslu Evrópusambandsins er fjallað aðlögunar viðræðurnar og meðal annars útskýrt að Íslendingar hafi ekki áhuga á að fórna fullveldi landsins á sviði sjávarútvegsmála. Og ég myndi halda að það væri algjörlega óbreytt á árinu 2026. Og Davíð heldur áfram. Að því loknu er vitnað í nýlega skýrslu Economist Intelligence Unit þar sem segi að samningaviðræður haldi áfram en virðist tilgangslausari þar sem aðlögun verðina er örugglega felld í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þegar Samfylkingin plataði Vinstri græna til að svíkja kjósendur sín og að samþykkja aðlögunarviðræður kann að vera einhverjir innan Samfylkingarnar hafi trúað því að þá væri einstakt tækifæri til að plata líka aðra landsmenn. Í dag getur enginn haldið að landsmenn láti plata sig að þessu leyti. Viðræðurnar halda hins vegar áfram og hafa nú þann tilgang einan að þjóna þrjósku forystumanna ríkisstjórnarinnar. Þessi þrjóska hefur reynst þjóðinni dýrkeypt og verður skaðlegri með hverjum deginu sem líður. Og þannig er Davíð að vísa til þess að þetta sé í raun og veru rándýrt verkefni sem menn eru þarna standi með því að senda fólk til Brussel á dagpeningum að semja það sem fyrirsjáanlegt er að mun aldrei verða samþykkt. Síðan í loka apríl 2011, nánar tiltekið 30. apríl, skrifa Davíð í leiðara Morgunblaðsins það að fundi sameiginlegra þingmannanefndar Evrópuþingsins og Alþingis hafi lokið með undarlegum hætti í þeirri viku. Fyrir lágu drög að ályktun stöðu viðræðna Evrópusambandsins og Íslands sem nefndin ætlaði að senda frá sér líkt og hún gerði fyrir hálfu ári. Svo fór að samstaða náðist ekki og drögin fengust ekki afgreidd. Niðurstaðan var því sú að þingmennirnir gátu ekki komið sér saman stöðuna en í sjálfu sér segir það meira en nokkur ályktun hefði getað gert. Augljóst er að í raun er engin staða á þessum viðræðum. Þær eiga sér stað án þess að nokkur vilji sé til af hálfu Íslands ef undan er skilinn annar stjórnarflokkurinn og stöku þingmenn hins stjórnarflokksins. Eðli málsins samkvæmt hafa slíkar viðræður engan tilgang. Það er hanga í lausu lofti en þar sem það hentar ekki áróðrinum fyrir aðild að segja frá því ályktun er brugð á það ráð að álykta ekki. Ályktunardraugin eru engu að síður upplýsandi viðhorf þeirra sem reyna að sannfæra Íslendinga aðild því í draugunum er vef utanríkisráðuneytisins aðildarumsóknina til að mynda fagna og hann sagður endurspegla hve gagnsætt og opið aðlögunarferli Íslands inn í ESB er og ýti undir dýpri opinbera umræðu á Íslandi kosti og galla aðildar að ESB og bla bla jólakakas bæti ég við. Umræddur vefur stendur, segir Davíð, með engu móti og hann er að tala vef utanríkisráðuneytisins. Umræddur vefur stendur með engu móti undir þessari lýsingu. Hann ýtir alls ekki undir umræðu kosti og galla aðildar, heldur er hann eingöngu hefðbundin áróðursvefur stuðningsmanna aðildar og ég vek athygli fyrir það sem er að horfa á þetta á því að utanríkisráðherra Íslands í því hobbyi sem hún er að stunda núna, hún er að fara í matvöruverslanir að tala við fólk Evrópusambandið, þegar ég hélt hún ætti að vera að sinna og við væntanlega öll héldum hún ætti að vera að sinna mikilvægum störfum utanríkisráðherra, þá er hún í Nettó í Reykjanesbæ að tala við fólk Evrópusambandið og hvað þau ætla að gera og ef að þau fær einhver ansvör þá fyrir hún að tala með hverjum viðkomandi ætlar að halda á HM í fótbolta. Svona var nú vinnubrögðin þar. En þessi vefur stendur ekki undir þessari lýsingu, segir Davíð vef utanríkisráðuneytisins og í viðtölum hennar Þorgerðar Katrínar þá stendur alltaf
Þorgerður Katrín er með utanríkisráðuneytinu. Þannig hún er að nota utanríkisráðuneytið í sinni pólitísku persónulegu baráttu. Ég vek athygli skattgreiðenda á þessu. Þetta er býsna áhugavert og athyglisvert mál, hvernig heilu ráðuneyti er beitt fyrir pólitískan ráðherra. Og þarna hefur það sem sagt gerst 2011 að vefur utanríkisráðuneytisins hefur orðið að áróðursvef stuðningsmanna aðildar. Og Davíð segir, með ólíkindum er að utanríkisráðuneytið skuli halda úti svo einhliða áróðursvef þegar stjórnvöld stefna því að máli verða á endanum borið undir þjóðaratkvæði. Hversu eðlileg yrði umræðan í aðdraganda slíkra kosninga þegar stjórnvöld eru tilbúin til að beita afli sínu á svo ósvífinn hátt? Þetta er árið 2011 og mér sýnist að það hefði ekki mikið skánað síðan þá. Vegna þess að utanríkisráðuneytið var nýverið núna í júní að fullyrða það að engum lögum Íslands hefði verið breytt í þessum aðildarviðræðum sem að Davíð kallaði aðlögunarviðræður réttilega. Því að fullyrðing utanríkisráðuneytisins 2026 sem að engum lögum hafi verið breytt er bersýnilega röng og það verður nánar vikið að því hér á eftir. Og Davíð segir, árið er 2011. Hversu líklegt er að ESB veiti hlutlausar upplýsingar um kosti og galla þegar það vill fagna sérstaklega slíkum áróðursvef. Og ég vek athygli á því að Davíð Oddsson var sennilega einn greindasti maður sem að setið hefur á Alþingi Íslendinga og við erum lánsöm með það að eftir að hann hætti sem ráðherra og forsætisráðherra og eftir að hann hætti að starfa sem seðlabankastjóri þá varð hann ritstjóri Morgunblaðsins, þannig að við höfum sögulegar skriflegar heimildir frá honum þetta ferli sem er í gangi þarna á árunum 2010-2013. Fáir menn fylgdust jafnvel með íslensku þjóðlífi eins og Davíð Oddsson og fáir voru jafn góðir greinendur og fáir jafn ritfærir á hann. Þannig að við erum hér með samtíma heimild frá 2011. Þessum pistli Davíðs frá 30. apríl 2011 líkur með því að hann segir áróðursvefurinn, og þá var hann að vísa til utanríkisráðuneytisins, áróðursvefurinn stuðlar þar fyrir utan alls ekki að því að aðlögunarferlið sé gagnsætt og opið, enda er þess til dæmis vandlega gætt að nefna ekki orðið aðlögun á íslenska hluta vefsins. Þar er talað samningaviðræður en á enska hlutanum er fjallað accession talks eða aðlögunarviðræður. Orðið aðlögun, sem er hinn rétta lýsing á því sem stjórnvöld vinna nú að í samvinnu við ESB, er algjört bannorð í stjórnarráðinu og hjá öðrum þeim sem hamast við að koma Íslandi inn í ESB. Og lokaorð Davíðs í þessum leiðara eru þessi: áróðursvélinni er með öðrum orðum haldið gangandi á fullum dampi gagnvart Íslendingum og það nöturlega er að hún er keyrð áfram með sameiginlegu átaki Evrópusambandsins og innlendra stjórnvalda sem eiga að gæta hagsmuna Íslendinga. Þannig að í rauninni er Davíð að lýsa því að íslensk stjórnvöld hafi farið alvarlega út á sporinu og gerst handgengin Evrópusambandinu og gleymt því að þau áttu að gæta hagsmuna og eiga að gæta hagsmuna Íslendinga. Síðan prentaði ég út grein hér frá 7. september 2011 og þetta er leiðari Morgunblaðsins þann dag. Davíð skrifar: langt árabil, og fyrirsögn leiðarans er afhjúpaðir. Langt árabil hefur Evrópusambandið ekki getað birt endurskoðaða reikninga. Aðalendurskoðendur sambandsins hafa ekki treyst sér til að setja nafn sitt við þá. Nokkrir endurskoðendur hafa verið flæmdir úr starfi sínu fyrir vikið. Sambandið er frægt fyrir laumuspil og pukur. Algengt er að leiðtogar Frakklands og Þýskalands gangi frá stærstu niðurstöðum í sínum hópi í lokuðum hótelsvítum. Og þetta er alveg rétt. Og þetta var nákvæmlega það sem að Bretland kvartaði yfir í aðdraganda þess að Bretland gekk út úr Evrópusambandinu. Þeir sögðu einfaldlega: ok, við erum tæplega 70 milljónir, við ráðum engu. Þegar að Þýskaland og Frakkland taka sig saman, þá ráða öllu sem þau vilja ráða. Davíð heldur áfram: öðrum leiðtogum
þar að segja leiðtogum annarra ríkja, er svo kynnt niðurstaðan sem óumbreytanleg. Því verður seint sagt að ESB sé til fyrirmyndar gagnsæi og opna stjórnsýslu. En með öllum sínum þekktu göllum er stjórnsýsla sambandsins hátíð hjá því sem viðgengst hjá íslenskum stjórnvöldum. Þetta er 2011, gildir enn þann dag í dag. ESB hefur þannig komið hreint fram varðandi það sem íslenska ríkisstjórnin kallar aðildar- og samningaviðræður Íslands að ESB kíkja í pakkan kjánar eins og það er kallað hér á landi. Þetta er sonur minn sem er að spila hér undir óvart en þið njótið þess vonandi. ESB segir hreinskilnislega að það fari hvorki fram aðildar- eða samningaviðræður. Pakkinn hafi lengi legið fyrir galopin. Það fari fram aðlögunarviðræður en ekki aðildarviðræður. Ég ætla að endurtaka þetta. ESB segir þetta hreinskilnislega og Davíð segir hér, það fari fram og hefur það eftir Evrópusambandinu, það fari fram aðlögunarviðræður en ekki aðildarviðræður. Samtölun á milli aðila gangi einungis út á að umsóknarríki sýni fram á aðlögun að sambandinu gangi vel og skipulega og forystu sambandsins hefur beinlínis varað íslensk yfirvöld við því að gefa í skyn að einhvers konar samningaviðræður sé að ræða. Slíkur blekkingaleikur muni hefna sín þegar hið sanna rennur upp fyrir þjóðinni. Aðlögunin sem staðið hefur yfir í tæp 2 ár, þetta er á árinu 2011, hefur að hluta til verið falin með því að segja að eingöngu sé verið að klára þætti sem hefði átt að vera búið að klára vegna EES-samningsins. Og ég vek athygli á því, kæru hlustendur, að það var í þessu ferli sem að ráðamenn og samninganefndir Íslands laumuðu inn í EES-samningin ETS-gjöldunum sem hanga núna eins og Damóklesar-sverð yfir íslensku flugfélögunum og skipafélögunum. Þannig að þetta var algjörlega að nauðsynjalausu sett inn í EES-samningin og það var gert í þjónkun við ESB þegar þessar aðlögunar viðræður voru í gangi 2010-13. Þannig að lögðust menn flatir fyrir Evrópusambandinu trekk í trekk. Davíð heldur áfram. Því miður tók stjórnarandstaðan of lengi þátt í þeim leiknum. Það er að segja að láta eins og verið væri að klára einhverja þætti sem að stóðu út af í EES. Ég ætla bara að bæta því við og það verða allir að skilja þetta. Við fórum inn í EES samstarfið vegna þess að við gengum út frá því að þetta væri efnahagslegt samstarf. Þetta er árið 1993. Við samþykktum aldrei að fara inn í lagalegt og pólitískt samstarf og engum lét sér dett í hug árið 1993 að lögð yrði á skipafélögin og flugfélögin íslensku ETS kolefnisgjöld sem að yrðu talin í milljörðum á ári sem myndu hóta því að í rauninni ganga frá þessum félögum til skaða fyrir íslenskt þjóðfélag og íslenskan iðnað og íslenskan efnahag. Þetta er staðan. Og stjórnarandstaðan tók þátt í þessu eins og auðvitað stjórnarflokkarnir og svo segir Davíð og hins vegar hefur hreinum blekkingu verið beitt og stjórnmálamenn og embættismenn neita gegn betri vitund að staðið sé í fullkomnu umboðsleysi í hreinum aðlögunarviðræðum að sambandinu. Blekkingariðjan átti að tryggja að eftir 2 ára aðlögun, takið eftir aðlögun, yrði hægt að segja við erum nú hvort sem er búin að ganga í gegnum svo mikið af því sem fylgir aðild að óþarft er að hafna henni. Þannig þetta er ein tegund af salami aðferðinni sem að Davíð var svo tíðrætt í gegnum tíðina. Það er að segja, lauma þarna inn alls konar regluverki undir því yfirskinn að verið sé að uppfylla einhverjar skyldur samkvæmt EES-samningnum sem augljóslega var ekki verið að gera og segja síðan í lokin, já við erum búin að taka svo mikið inn að það er óþarft að hafna þá núna því að ganga inn í ESB. Þessi óheiðarleikin og blekkingarnar eru yfir og allt kring. Og svo heldur Davíð áfram og fyrir að tala það hvernig VG hefur tekið þátt í þessu og svo framvegis og bla bla bla. Og svo segir hann í lokin
að þá hrósar hann í rauninni Jóni Bjarnasyni en segir að það hafi orðið fárás í stjórnarmeirihlutanum fyrir fáeinum vikum þegar mistókst að kúga Jón Bjarnason þótt að honum væri sátt. Pælið í, Jón Bjarnason, þessi maður ætti að fá opinbera, sko, hann ætti að fá, þegar að æviskeiðið hans lýkur, að fá opinbera útför vegna þess að hann var þjóðhetja. Jón og er þjóðhetja. Að Davíð fekk opinbera útför og Jón Bjarnason ætti að fá það líka vegna þess að hann lét ekki kúga sig þegar að honum væri sótt og reyndar þótt mjög væri á honum sótt eins og Davíð lýsir í. Skýringin á fárinu, segir Davíð, var einmitt svo að umboðslausu blekkingamennirnir óttuðust að tafir innan gæsalappa landbúnaðarráðherra hans myndu leiða til þess sem nú er orðið, að talsmenn ESB myndu segja bréflega við íslensk yfirvöld það sem þeir hafa margoft sagt þeim munnlega að aðlögun að ESB yrði að fara fram á öllum sviðum svo hægt væri að uppfylla allar skyldur frá fyrsta degi yrði aðild samþykkt. Ég ætla að lesa þetta aftur. Það sem að sem sagt, talsmenn ESB hafa margoft sagt bréflega við íslenska yfirvöld er að aðlögun að ESB verður að fara fram á öllum sviðum svo hægt væri að uppfylla allar skyldur frá fyrsta degi þegar aðild yrði samþykkt. Uppfylltu Íslendingar ekki þessar aðlögunarkröfur geti komið til uppnáms í viðræðunum milli aðila og nú verður ekki lengur undan vikist, bréfið er komið, svikarapparnir hafa verið afhjúpaðir svo að ekki er lengur neitt að villast. Svo mörg voru þau ár. Þetta er í september 2011 og enn héldu viðræðurnar áfram og það er komið fram í janúar 2013 þegar næsta grein er skrifuð sem að ég prenta hér út. Og það segir, hún er skrifuð undir merkjum staksteina og fyrirsögnin er ósvífin blekkingariðja. Hluti af leiktjöldunum í aðildarviðræðunum var að skipa sérstaka samninganefnd og skipa aðal samningamann. Þótt ESB taki skýrt fram að engar samningaviðræður fari fram og biðji sérstaklega að þjóð sem sækir aðild blekki ekki íbúa sín í þeim efnum. Þess vegna láta þeir búrókratan sem íslenski aðal samningamadurinn afhendir áfangaskýrslur aðlögun heita stækkunarstjóra. Og þessi maður á þessum tíma hét Stefán Fuli eða Stefán Fúli. Vinstri vaktin skrifar, sem ég man reyndar ekki hvað var vinstri vaktin, en einhverjir sem horfa kannski munað. Vinstri vaktin skrifar: Það er fróðlegt að skoða þau skjöl sem lýsa samningsafstöðu Íslands í ýmsum málum í viðræðum við Evrópusambandið. Það er í meginatriðum sagt að Ísland fallist á regluverk ESB eins og það liggur fyrir og að áður en að mögulegri aðild geti orðið muni Ísland vera búið að ljúka innleiðing á öllu regluverki sem ekki hefur verið þegar innleitt. Í ljósi þessa á sér nú stað umfangsmikil aðlögun að regluverki sem stór hluti íslenska stjórnkerfisins tekur þátt í á fullu. Þjóðin hefur verið blekkt, það eru ekki samningaviðræður sem eru í gangi, heldur aðlögunarviðræður sem miða að því að búið verða að uppfylla öll helstu skilyrði ESB þegar mögulegur samningur liggur fyrir. Og þetta er nákvæmlega það sem að við Davíð ræddum og hann lagði svo mikla áherslu á og varaði Íslendinga við að yrði endurtekið. Það er að segja að aðildarviðræður færu fram og þær væru í raun aðlögunarviðræður, þannig að laumað yrði inn í íslenska rétt bunkum af lagareglum án í raun og veru þess að framfæri einhver eðlileg lýðræðisleg umræða þær breytingar. Og Davíð endar þetta á því að segja: samningaviðræður eru sagðar hafa staðið yfir á 4. ár. Hverju hefur nefndin náð fram í þeim samningum? Er nefndin launuð? Ef svo er, hefur hún samvisku til að þiggja laun? Ok, ég ætla ekki að tefja meira þessa upptöku meira en nauðsynlegt er, en ég ætla að benda á
skrif í Staksteinum 23. mars 2013 þar sem vitnað er í Stefán Má Stefánsson lagaprófessor og sérfræðing í Evrópurétti. Þar bendir hann á að stefna ESB í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum sé sameiginleg og þar fer Evrópusambandið eitt með óskiptar valdheimildir ólíkt mörgum öðrum stefnum sambandsins, bla bla bla. Þetta er grundvallaratriði og Evrópusambandið á þessuna mjög erfitt með að gefa undanþágur á þessu sviði, þar að segja sjávarútvegssviðinu, einhverjum varanlegar undanþágur. Þannig ef einhver er í veður í vill og svíma það ennþá og ímyndi sér við fáum varanlegar undanþágur, þá ættu þeir að vitna í, eða lesa sér til og skoða þessi orð okkar fremsta sérfræðings í Evrópurétti, Stefáns Más frá 2013. Ok, menn hafa tekið dæmi Möltu þegar rætt er undanþágu vegna sjávarútvegs, en Stefán Már segir þarna í tilviki Möltu að ræða sérlausn í þágu einstaks ríkis í sjávarútvegsmálum en ekki varanlega undanþágu frá reglum Evrópusambandsins. Evrópusambandið getur síðar breytt þessum lögum, segir Stefán Már, með sama hætti og það getur breytt öðrum lögum sambandsins. Býsna skýrt. Ok, og Davíð segir þetta er nokkuð sem hinn hlutlausa upplýsingaskrifstofa Evrópustofa hefur látið ógert að vekja athygli á. Eftir margra ára aðlögunarviðræður og þá upplýstu umræðu sem stjórnvöld sögðu að myndi fara fram hér á landi á sama tíma, hefur þvert á móti tekist að halda á lofti alls konar ranghugmyndum um aðlögunarferlið og hvað í aðild fælist. Og þess vegna eru ýmsir enn á því að ástæða sé til að ljúka viðræðum og kíkja í pakkann. Þetta er eins og maður sé í tímahelgi. Það er bara sömu frasarnir. Ok, síðan hérna, mjög áhugavert, Reykjavíkurbréf 2013, 24. mars. Þá segir Davíð meðal annars, ég ætla nú ekki að fara yfir þetta í heildina, en það segir, það er hérna málsgrein í þessu, það sem segir, nú er gefið til kynna að það í sér stað raunverulegar samningaviðræður milli Íslands og ESB aðildarskilmála. Að loknum þeim samningaviðræðum fái menn að kíkja í pakkann. Þessar meintu samningaviðræður, og Davíð hefur þetta alltaf í gæsalöpum, samningaviðræður, þessar meintu samningaviðræður hafa nú staðið í tæp 4 ár. Kaflar hafa verið opnaðir og lokaðir eins og það er orðað í framhaldi af þessum samningaviðræðum. Og margoft hefur verið spurt hvort ekki megi sýna fólkinu í landinu eitthvað sem hafi verið samið í öllum þessum samningaviðræðum á öllum þessum árum. Ekki eitt einasta atriði. Pæliði því, og þetta er komið fram í mars 2013, þetta er búið að standa í 3 ár. Ekki eitt einasta atriði hefur verið nefnt í söguna sem afrakstur þessara samningaviðræðana innan gæsalappa. Og Davíð, sem aftur var eitt besti greinandi á íslensk stjórnmál sem við Íslendingur höfum átt. Hann segir, það gæti vist stórkostlega dularfullt, en það er það þó ekki. Evrópusambandið tekur skýrt fram að það eigi sér ekki stað neina samningaviðræður á milli Íslands og ESB, eingöngu aðlögunarviðræður. ESB gengur svo langt að biðja umsóknarríki að varast að halda því að viðkomandi þjóða slíkar samningaviðræður fari fram. Það eina sem fram fari sé allsherjar aðlögun laga og reglna, íslenskra laga og reglna að reglum ESB, rétt eins og Ísland hafi þegar gengið í sambandið. Upphrópunarmerki. Davíð heldur áfram. Engri reglu ESB hefur verið breytt vegna samningaviðræðnanna innan gæsalappa og í öll þessi 4 ár hefur ESB ekki lofað einni einustu undantekningu vegna þeirra laga og reglugerða og tilskipana sem hefur verið breytt í aðlögunarferlinu. Samt sem áður er því haldið að íslensku þjóðinni, þó aðeins af Íslandi en ekki af ESB, að það fari fram samningaviðræður innan gæsalappa. Fullyrða má að slíkum blekkingaleik hafi aldrei verið beitt fyrr af lýðræðislega kjörnum yfirvöldum gagnvart eigin þjóð. Tvíburasamstæðurnar í fjölmiðlaheiminum, þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt, ég ætla að segja þetta aftur, tvíburasamstæðurnar í fjölmiðlaheiminum, 365 sem er núna Sýn og RÚV taka gagnrýnislaust þátt í þessum skollaleik. Hversu hvöss gagnrýni er þetta ekki á hinn samstillta fréttaflutning
tvíbura samstæðna sem er haldið að Íslendingum daginn út og daginn inn, kvölds og morgna, 24/7, gagnrýnislaus, gagnrýnislaust jórtur á því sem að fram kemur hjá ráðamenn, sem að reyndar kosta þá þessa fjölmiðla. Það er komið tími til að Íslendingar hætti að láta heila þó sig af fjölmiðlum sem eru kostaðir úr þeirra eigin vössum til að stýra þeirra eigin skoðan. En Davíð heldur áfram og hann segir: hvað ætla menn að gera þegar aðildar umsókn hefur verið afturkölluð? Því að hann taldi alveg augljóst að aðildar umsóknin yrði afturkölluð sem hún reyndar var sem að gert var. Og hann spyr: ætla þeir að fara yfir þær gjörðir, kokgleyptar tilskipanir, settar í krafti aðlögunar vegna aðildar og afturkalla þær? Það ætti auðvitað að vera sjálfgefið, en því miður er ekki endilega víst að slíku megi treysta. Og það var hans helsti harmur, eins og hann lýsti því við mig, hversu mikið tjón hefði verið unnið á íslensku rétti í einmitt þessum fasa sem að hér var lýst. Ok, þetta er bara svona. Og síðan kemur hér drottningaviðtal við aðal samningamann innan gæsalappa, Stefán Hauk Jóhannesson held ég hann heiti. Stefán Haukur Jóhannesson, já, hann var aðal samningamaður Íslands í þessu öllu og hérna, og Morgunblaðið auðvitað augljóslega fyrir hvatningu Davíðs Oddssonar var búið að fá nóg af þessu og sá engan árangur eða neitt sem að bitastætt var eftir allan þennan kostnað og tíma og fyrirhöfn. Og það endaði með því að það var tekið viðtal við Stefán Hauk Jóhannesson í Morgunblaðinu 16. apríl 2013. Og það kemur í ljós að eftir allt það sem á undan var gengið og allar þessar sendinefndir og allar þessar löngu fundi, þegar að blaðamaður sendir skriflega fyrirspurn til Stefáns Hauks það og vill fá að vita, ég er að fletta þessu hérna, og blaðamaðurinn Baldur Arnarsson vill fá að vita stöðu viðræðnanna og hvort einhverjar vísbendingar væru komnar fram undanþágur í sjávarútvegsmálum. Þá eru svörin í stuttumáli þau: það eru engar vísbendingar komnar fram undanþágur í sjávarútvegsmálum. Þetta er sem sagt í apríl 2013. Og það er að vísu í þessu viðtali, já, þetta er ekki viðtal, þetta er einhvers konar bara endursögn á tölvupósti frá Stefáni Hauki, það sem í rauninni kemur fram að allur þessi kostnaður og allir þessi löngu fundir hafi skilað litlu sem engu. Og þarna var búið að opna fjölmarga kafla og þá átti eftir að opna 6 kafla, pælið í, það var geymt alveg þangað til í blálokin að opna þá kafla sem að ljóst var að væru erfiðastir og það voru kaflarnir landbúnað og sjávarútveg. Það var búið að eyða tíma, fjármunum og orku í að fjalla kafla sem að menn gátu svona verið á sömu blaðsíðunni í, og margt af því sem að Íslendingar voru reynda búin að taka upp í gegnum EES-samningin og margt síðan sem var hlaðið enn að nauðsynlausu inn í EES-samningin og sem einhvers konar viðbót við hann. Þannig að þetta virðist mér tiltölulega stjórnlaust ferli, en þá biðu menn með það af einhverjum furðulegum ástæðum að fara að opna kaflann sjávarútvegsmálin. Það var nokkuð ljóst að það myndi aldrei nást neitt samkomulag þetta. Þetta er eins og einhverju grínmynd. Og daginn eftir segir Davíð Oddsson í leiðara, þá segir hann, fyrirsögnin er aðal samningamaður staðfestir aðlögun, og hann segir, Davíð, það er 4 ára liðin frá því að naumur meirihluti þingmanna lét þvinga sig í að samþykkja ríkisstjórnin sætt aðild Íslands að Evrópusambandinu.
Umsóknin var skilað inn tvisvar til öryggis sumarið 2009 og árið síðar samþykkti leiðtogaráð Evrópusambandsins að hefja aðildarviðræður. Frá því að þessar viðræður hófust eru sem sagt liðin tæp 3 ár. Morgunblaðið leitaði til þess sem titlaður hefur verið aðalsamningamaður Íslands í þessum viðræðum, Stefáns Hauks Jóhannessonar, til að fá fregnir af því hvað hefur verið samið. Svör hans voru birt í fréttaskýringu hér í blaðinu í gær og miðað við hvernig stjórnvöld og aðrir áhugamenn við viðræðurnar hafa talað þær, hlýtur að vekja furðu hver rýr eftirtekjan er. Viðræðurnar sem nú hafa staðið yfir í tæp 3 ár að undangengnum árs undirbúningi hafa verið kallaðar samningaviðræður innan gæsalappa. Að viðræðunum vinnur auk aðal samningamannsins innan gæsalappa sérstök samninganefnd innan gæsalappa. Skipuð 16 mann. Margir þessara 16 eru svo formenn samningahópa tiltekin málefni. Við þennan fjölda bætast svo að sjálfsögðu starfskraftar margra embættismanna og annarra starfsmannaráðuneyta og stofnana þannig að ekki fer milli mála að mikið er samið. Eða hvað? Hlýtur ekki að vera að allir þessi samningamenn, samningahópar og samninganefndir sé að semjum eitthvað í önnum sínum hér á land og í Brussel? Er ekki alveg víst að eftir allt samningaþófið liggi fyrir fjöldi mikilvægra undanþága frá reglum Evrópusambandsins? Má treysta því, spyr Davíð Oddsson, að tala undanþágur og fyrirheit mikinn árangur í samningaviðræðum Íslands pæli í endurtekningunni í málflutningnum, samanber málflutning utanríkisráðherra nú. Má ekki treysta því að tala allar þessar undanþágur og fyrirheit mikinn árangur hafi skilað einhverju þegar samningaþrefið hefur staðið yfir í 3 ár? Nei, aldeilis ekki. Eftir þrotlausa samningafundi árum saman og fjölda tilkynninga rýnivinnu, opnun og lokun kafla, árangursríka fundi með hinum og þessum kommissörum og sem ráðamenn hafa bukkað sig fyrir og byggt í Brussel sést engin árangur samkvæmt svörum aðalsamningamannsins við fyrirspurn Morgunblaðsins. Svör aðalsamningamannsins undanþágur sem samist hafi eru svo átakanlega rýr að óhjákvæmilegt verður fyrir næstu ríkisstjórn að stöðva þessar samningaviðræður tafarlaust og krefjast leið skýringa á því hvers vegna skattgreiðendur hafi verið látnir halda þessari starfsemi gangandi allan þennan tíma. Augljóst að svörum aðalsamningamannsins innan gæsalappa að stjórnvöld hafa stundað alvarlega blekkingarleik gagnvart almenningi hér á landi. Þau halda því fram að þau eigi í samningaviðræðum þegar öllum má nú ljóst vera að engir samningar hafa átt sér stað. Viðræðurnar hafa aðeins verið aðlögunarviðræður eins og Evrópusambandið hefur raunar viðurkennt allan tíma. Að loknum kosningum óhjákvæmilegt að gera þetta mál upp svo alvarlega blekkingar gagnvart almenningi hljóta á endanum hafa afleiðingar fyrir þá sem þær stunda, ekki síst fyrir þá sem hafa þær forystu. Að Davíð, hann var greinandi á íslensk stjórnmál og þetta var rétt hjá honum og raunar var það þannig að kosningarnar eins og menn kannski muna höfðu í för með sér grafalvarlegar afleiðingar fyrir þá sem höfðu stundað þessar blekkingar því að Samfylkingin fór úr 30% niður í 13%. Nú, síðan ætla ég að halda örstutt áfram og segja það við ykkur að Davíð, blessuð sé minning hans, skrifaði síðan leiðara í janúar 2014 undir fyrirsögninni aðildarsinnar í gervi viðræðu sinna. Og hann segir, tvennt augljóst, annað að Ísland getur ekki haldið áfram aðlögunar viðræðum að Evrópusambandinu með ríkisstjórn og stjórnarmeðlit á þingi sem eru andvíg aðild Íslands að sambandinu. Hitt sem augljóst að í síðustu þingkosningum kusu landsmenn til valda þá flokka sem eindregið voru á móti aðild að Evrópusambandinu og flokkur sem hafði það mál sem sitt aðalmál galt afhroð. Þannig að þarna var í rauninni búið að skipta gír á Íslandi, þá var búið að kjósa og Samfylkingunni og meðreiðarsveinum þeirra verið harðlega refsað. Þannig að
Hann vísa til þess hér í janúar 2013 og það sé í gangi ennþá einhver áróður um framhald viðræðan og hann gangi út á það að Ísland og ESB hafa átt í samningaviðræðum og þar með að eitthvað hafi verið að semja þegar staðreyndin er svo að viðræðurnar eru aðlögunarviðræður þar sem er ekki um neitt að semja. Það er snúast um það eitt hvernig Ísland ætlar að laga regluverk sitt að regluverkin í Brussel, ekki hvort Ísland ætlar að laga sig að því regluverki ekki hvort Ísland ætlar að laga sig að því regluverki og þaðan að síður hvort Brussel ætlar að laga regluverk sitt að því íslenska. Þetta lesist aftur af því að þetta er grundvallasetning. Það var greinilega í gangi þarna áróður um framhald viðræðanna og hann gekk út á að Ísland og ESB hefði átt í samningaviðræðum og það hefði verið eitthvað að semja. En Davíð segir, staðreyndin er svo að viðræðurnar hafa verið aðlögunarviðræður og það er ekki um neitt að semja. Það snúast bara um það hvernig Ísland ætlar að laga regluverk sitt að regluverkinu í Brussel. Hvernig en ekki hvort. Þannig að hann gerir hér að umræðinni þennan blekkingarleik sem að hefur verið í gangi þar sem að aðildar sinnar kalla sig viðræðu sinna. Og af því að þeir viti það að aðild á ekki upp á pallborðið hjá Íslendingum þá hafi þeir gripið til þess lævíslega bragðs og takið nú vel eftir kæru Íslendingar á árinu 2026 þá hafi menn gripið til þess lævíslega bragðs að leggja áherslu á baráttuna fyrir viðræðum aðild eins og það sé eitthvað annað á ferðinni en barátta fyrir aðild. Svo að þetta er nú Davíð Oddsson í janúar 2013 og ég ætla ekki að orðlengja neitt um það en ég ætla að bæta við að það var nefnilega svo góð setning hérna því að það er talað um það hérna ég tók það var algjöru handa og um mókanum en hann skrifar leiðara 18. nóvember 2016 Loga Má Einarsson og segir að Logi sé við sama heygarðshornið og forverar hans í Samfylkingunni að þá er hann að tala um það að Logi að það ég halda að þjóðaratkvæðagreiðslu samningaviðræður við ESB og Davíð segir að það sé sérkennilegt að þarna menn ætli sér að blekkja almenning og reyna að sannfæra að það sé hægt að kjósa samningaviðræður við ESB því að eins og ítrekað hefur komið fram hjá ESB býður sambandið ekki upp á neina samningaviðræður við umsóknarríki. Það eina sem er í boði, takið nú vel eftir, það eina sem er í boði og þetta er skrifað 2016 eru aðlögunarviðræður um það hvernig umsóknarríkið ætla að taka upp lög og reglur ESB ekki hvort það ætla að innleiða regluverkið. Þetta er magnaðar samtíma heimildir. Og hann skrifar 2016 aftur í nóvember að það sé með ólíkindum að ESB-málið sé þá helsta viðfangsefni stjórnarmyndunar. Og talar um það sem er raunar algjörlega ennþá í fullu gildi að Ísland standi frammi fyrir margvíslegum brýnum verkefnum eins og að það þurfa að ráðast í myndarlega skattalækkanir eftir yfirgengilega skattahækkanir vinstri stjórnarinnar og það þurfa að huga að ýmsum verkefnum til að treysta stoðir treysta stoðir samfélagsins meðal annars vegna aukins ferðamannastraums til landsins einnig til að tryggja heilbrigðis, velferðar og menntakerfi standa undir þeim kröfum sem almenningur gerir til þeirra mála því þetta er allt þýðingarmikil verkefni. Og allt þetta hefur ríkisstjórnin okkar núna, ríkisstjórn Kristrúnar, Þorgerðar og Ingu látið reka á reiðanum og öllu kasta til hliðar til þess að þetta ES-blæti þeirra geti náð fram að ganga og þannig að ábyrgðarleysið sem að Davíð gerðað umtalsefni 2016 er í margföldu veldi á árinu 2026 því að vandamálin svo sannarlega þau hafa ekki minnkað á Íslandi og fókusin er ekki á Íslandi hjá þessu fólki af einhverjum ástæðum er fókusin á Brussel
og einhverja þjónkun við veldið í Brussel. Og þetta er bara, það verður einhver annar að útskýra þetta fyrir mér. En hann segir, það er ömurlegt að enn skuli ESB þvælast fyrir í íslensku stjórnmálum þrátt fyrir skýran vilja almennings að Íslandi sé haldið utan sambandsins. Þetta er mikið skemmdarverk, segir Davíð, og það versta er að það byggist á þeirri blekkingu að einhver munur sé á að sækja aðild og gerast aðili. Ég ætla ekki að segja aftur. Davíð var náttúrulega greindari heldur en kannski flestir, en hann orðar þetta bara svona þannig að allir geta skilið þetta. Blekkingin sem byggt var á byggt á að það sé einhver munur á að sækja aðild og gerast aðili. Að hægt sé að sækja og sjá hvað býðst í því sem aðildarsinnar kalla samningaviðræður. Allir vita, og ESB talar mjög afdráttarlaust þetta, að það sem býðst við aðild að ESB er aðild að ESB. Umsóknarríki Færeyingar varanlegar undanþágur og lagar ekki ESB að sínum þörfum á neinn hátt. Þess vegna eru aðildarviðræðurnar kallaðar aðlögunarviðræður. Með viðræðunum er verið að laga lög og reglur umsóknarríkisins að regluverki ESB. Málið er ekkit flóknar en þetta og þess vegna eru allar umræður að sækja aðild að ESB sem reglulega hefur verið lýst sem brennandi húsi, fjarstæðukenndar og fráleitar. Það að umsókn aðild að ESB skuli þykja eiga erindi inn í jafn mikilvægar umræður og nú standa yfir á Íslandi er verulegt áhyggjuefni. Það gefur ekki góðar vonir framhaldi næstu 4 árin ef einhverjir aðilar að ríkisstjórn, ekki síst ríkisstjórn með naumasta þingmeirihluta, eru svo laustengdir raunveruleikjanum að þeir telji brýnast af öllu að blásið verið lífi í þá alræmdu aðildarumsókn sem vinstristjórnin setti af stað með baktjaldamarki. Þjóðin á betra skilið en að vera þvælt enn eina ferðina í gegnum þessa vitlausu umræðu ESB umsókn þegar full þörf er á að nýta tíma og pólitískt þrek í að leysa raunveruleg viðfangsefni og tryggja áframhaldandi lífskjarabætur almennings. Takk fyrir, Davíð Oddsson. Þetta er í fullu gildi því miður og vonandi rennur upp sú tíð að við Íslendingar getum fengið eitthvað fólk til starfa sem að ber hag almennings fyrir brjósti og vill bæta hér lífskjör og öryggi og almenn lífsgæði á Íslandi en ekki að skaða þau stöðugt með öllu þessu rugli sem er í gangi. Þannig að ég veit ekki hvort að ég á að halda því áfram en ég á eina grein eftir og ég get bara kannski tekið bara 1 eða 2 málsgreinar upp úr henni. Þetta er leiðari skrifaði 27. september 2016 undir yfirskriftinni Grautarferðin mikla. Og í þessum pistli þá er verið að tala þráhyggjuna sem að þessi stjórnmálamenn í Samfylkingunni og núna Viðreisn hafa sýnt með því að vera að stofna flokka utan þetta eina mál sem þeir vita er óvinsælt meðal þjóðarinnar og hafa gripið til klækjabragða að tala þetta í bland við önnur mál sem þeir telja séu til vinsælda fallin en fara eins og kettir í kringum heitan graut þegar kemur að þessu máli. Og þetta er bara svo sem í fullu gildi. Davíð segir, Samfylkingin vill sækja aðild að ESB og sjá til hvaða samningum Ísland nær í viðræðum við sambandið. Allir vita þó ekki síst eftir að samningaviðræður voru fullreyndar, þær eru fullreyndar á síðasta kjörtímabili en raunar ekki síður vegna þess að Evrópusambandið sjálft segir að skýrum orðum að engar samningaviðræður fari fram vegna aðildar umsóknar. Einu viðræðurnar sem fara fram eru aðlögunarviðræður útfærslu þess hvernig umsóknarland tekur upp lög og reglur Evrópusambandsins. Þetta vita talsmenn Viðreisnar mæta vel og þess vegna þarf almenningur að fylgjast með þessari miklu grautarferð flokksins en það er umhugsunarvert að á sama tíma þessi blekkingaleikur er stundaður vegna megin stefnumáls flokksins skuli formaður hans saka aðra óheilindi en segjast sjálfur
standa fyrir viðreisn trausts í stjórnmálum. Og loka orð Davíðs Oddssonar í þessari yfirferð minni þessi: er það traustvekjandi málflutningur. Allt það sem ég var að lesa núna, sem eru leiðarar Morgunblaðsins frá 2011 til 2016, er því miður í fullu gildi. Ég les þetta hér til að gera í rauninni Íslendingum bara grein fyrir því hvar við erum stödd og óska eftir því að menn skrúi á sig hausinn, átti sig á því hvað er í gangi og stöðvi áframhaldandi skaða starfsemi sem að Viðreisn, Samfylking og Flokkur fólksins er að reyna að vinna á íslensku rétti og komi í veg fyrir að það verði haldið áfram með glórulausum, kostnaðarlausum, tímafrekum, áframhaldandi aðlögunarviðræðum að skaða réttindi og hagsmuni Íslendinga sem hér búa. Við viljum búa við einföld, gagnsæ lög og við viljum ekki íþyngja fyrirtækjum eða einstaklingum með einhverjum innfluttum lögum sem eiga ekki við hér, sem eru samin á meginlandi Evrópu fyrir hundruður milljóna manna en eiga ekki gilda örríki eins og Ísland. Ég þakka þessi lítu og óska þess að við Íslendingar komumst að skynsamlegri niðurstöðu og segjum nei 29. ágúst. Takk fyrir.